Gott kvöld, Íslendingar ganga til kosninga á morgun og velja sér 63 fulltrúa til setu á Alþingi næsta kjörtímabil. Hér í fyrrihluta þáttar mætast leiðtogar þeirra 7 flokka sem mælast með yfir 5% fylgi og í seinni hlutunum ræðum við leiðtoga hinna 5 framboðanna. Við minnum á að þessum umræðum útvarpaður á Rás 2. Þátturinn textaður á síðu 888 og túlkaður á táknmál á RÚV 2. En áður við hendum okkur af stað í umræðurnar þá skulum við aðeins heyra hvað brennur helst á kjósendum núna þegar innan við 13 klukkustundir eru þar til kjörstaðir verða opnaðir. Hvað skiptir þig mestu máli fyrir kosningarnar á laugardaginn? Mestu máli? Ég held að ég myndi kjósa flokk sem að virkilega leti til sín taka í umhverfismálum og verndu náttúru og bara glóbalt umhverfismálum. Númer 1 og 3 að vera ekki myndu vinstristjórn og þeir sem komast til valda hugsi vel okkur landsbyggðarfólkið. Menntun og íbúðakaup fyrir ungt fólk og réttindi ungs fólks í samfélaginu og síðan sem sjómar þá það kvótamálin líka sem skipta miklu máli á framtíðina. Húsnæðismálin skipta mig langmestu máli. Sem ungur maður að reyna að kaupa minna fyrstu íbúð þá skipta það mig langmestu máli. Samgöngumál séu náttúrulega mér mjög hugleikin þar sem ég keyri nú svona nokkra tugi þúsunda kílómetra á hverju ári vegina. Ætli þess ekki heilbrigðismálin, það sé númer 1, 2 og 3. Svo náttúrulega vegamálin, þau eru náttúrulega öll í ólestri líka. Ég vil ekki inn í Evrópusambandið, þannig að það skiptir mig máli að kjósa ekki flokk sem fer þangað. Heilbrigðismálin, flugvöllurinn í höfuðborginni okkar sko, og menntun. Ég vil skipta miklu máli að við fáum að lifa í friði á Vestfjörðum áfram. Skiptir mig mestu máli það til dæmis svona hlutir eins og samgöngumál, það eru efnahagur og annað slíkt. Það bara svona kaupa kjör, skulum við segja, það skiptir mig verulegu máli. Að bæta kjör öryrkja þó svo þeir séu giftir, af því þeir eru tekjutengdir gagnvart maka, þeir fá ekki að njóta þess að vera einstaklingar. Málefni aldraða og sjúkra, mér finnst það skipta mjög miklu máli. Heilbrigðismálin. Af því mér finnst bara heilbrigðismál skipta máli, bara af því það eru heilbrigðismálin. Heiðarleiki númer 1, 2 og 3, sem er mjög mikið skort á núna undanfarin ár. Heiðarleiki. Það fólki í landinu, að við getum lifa á laununum sem við höfum og bæði með öryrkja og aldraða sérstaklega. Það skiptir rosa miklu máli með aldraða. Já, þarna fengum við smjörþefinn af því sem efst í huga kjósenda fyrir kosningarnar á morgun og þá bara að kynna gestina sem eru hér hjá okkur í fyrrihluta þáttar. Þetta eru Óttar Proppé frá Bjartri framtíð, Sigurður Ingi Jóhannsson fyrir Framsóknarflokkinn, Benedikt Jóhannesson frá Viðreisn, Bjarni Benediktsson frá Sjálfstæðisflokki, Birgitta Jónsdóttir fyrir Pírata, Oddný G. Harðardóttir frá Samfylkingu og Katrín Jakobsdóttir fyrir Vinstrihreyfinguna Grænt framboð. Verið hjartalega velkomin öll hingað í sjónvarpssal. Takk fyrir. Takk. Áður en við hefjum umræðurnar þá skulum við rétt rifja upp niðurstöðu nýrrar Gallup-könnunar á fylgi flokkana. Ég ætla ekki að biðja ykkur sérstök viðbrögð við þessari könnun en okkur langar bara að upplýsa ykkur kjósendur það hvernig landið liggur núna daginn fyrir kjördag. Og hún lítur svona út, það Björt framtíð 6,7%, Framsóknarflokkurinn hefur 9,4%, Viðreisn fær 8,7%, Sjálfstæðisflokkur 27,1%, Píratar 18%, Samfylking 7,4% og Vinstrihreyfingin Grænt framboð 16,4%. Já, og eins og við sögðum, við ætlum ekkert að endilega fá einhver viðbrögð yfir því, en það er ekkert endilega gott sjónvarpsefni. Við ætlum hins vegar að fá að hefja þessar umræður eins og við höfum hafið marga málefnaþættina í kosningabaráttunni, þar að segja biðja ykkur hvert framboð að gefa okkur innsýn, bara á 1 mínútu, 60 sekúndur í það hver eru mikilvægustu málin sem liggja fyrir á næsta kjörtímabili að ykkar mati. Óttar Proppé, ef þú byrjar hér. Já, það mikilvægast að næsta kjörtímabili að reyna að byggja upp meiri sátt, að takast á við vantraust í íslensku samfélagi. Við þurfum að upplifa heiðarleika og skynsemi í pólitíkinni,
í því hvernig við byggjum upp kerfin okkar. Það er þessi tilfinning að sumir séu réttlátari en aðrir, sumir hafi betra aðgengi að samfélaginu en aðrir og þetta er vandi sem að þarf að taka á. Það þarf að bæta vinnubrögð og gera hlutina í betri sátt og meiri breidd og hugsa til langtíma, vera ekki í þessum endalausu skammtímarettingum. Það er ljóst að innviðirnir eru mjög orðnir illa farnir, vanfjármagnaðir eftir hrunið og í raun og veru eftir óstöðuleika þessa kjörtímabils. Það þarf að taka almennilega á því í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu, í samgöngukerfinu og síðan þarf auðvitað að taka heildstætt á ferðamálunum og sameiginlegum auðlindum og arði af þeim. Takk fyrir það, Óttar Sigurður Ingi Jóhannsson frá Framsóknarflokki. Já, við göngum náttúrulega til kosninga núna með þann árangur í farteskinu sem að náðst hefur á kjörtímabilinu, ekki síst með leiðréttingunni og losun hafta, að þá hefur umhverfið hérna gjörbreyst. Við erum að leggja núna áherslu á að lækka skatta á millistéttina, búa til hér eina stærri öflug millistétt, meiri jöfnuð með 25% lægra skattþrepi og útgreiðalegum persónuafslætti. Við erum líka að leggja hér áherslu á það að það þurfi að skoða aftur hvar við ætlum að byggja upp nýjan spítala. Við viljum skoða það, hvort ekki sé hægt að gera það á nýjum stað, hraðar og betur en við þekkjum að það stendur til í dag. Við viljum endurskoða peningastefnuna í landinu með það markmið að hér lækki vextir, en kannski fyrst og fremst í ljósi skoðanakannana og þeir sem hefur undangengist, að þá er það núna stað kjósenda að þeir þurfa að velja núna annarkvort áframhaldandi trausta efnahagsstjórn, kröftugt atvinnulíf eða afturhvarf til vinstri stjórnar. Takk fyrir það, Sigurður Ingi. Benedikt Jóhannesson frá Viðreisn. Já, Viðreisn er óvenjulegur flokkur að því leyti að Viðreisn er stofnuð utan hugmyndir en ekki einhverja sérhagsmuni. Við finnum það á ferðum okkar á landið að það sem brennur heitast af fólki er vaxtamálin. Vaxtabyrðin á Íslandi er svo miklu hærri heldur en alls staðar annars staðar. Við erum sammála það að þurfa að lækka vexti, en hvernig á að gera það? Jú, við viljum festa gengi íslensku krónunnar við erlenda mynt eða myntkörfum. Hvað hjálpar það? Jú, þá lækka vextir á Íslandi í samræmi við það sem að gerist erlendis. Það eru auðvitað fleiri mál. Það er til dæmis í sjávarútvegi. Þar verður að hafa réttlætari greiðslu. Við viljum setja ákveðin hluta kvótans á markað á hverju ári og verja andvirðinu til innviðauppbyggingar. Hvað ætlum við að gera fyrir það? Við ætlum að efla löggæslu, samgöngur og heilsugæslu á öllum svæðum. En núna er það, við höfum val milli vinstri stjórnar eins og hér var sagt og vintri stjórnar. Viðreisn getur komið í veg fyrir það. Takk fyrir það, Benedikt. Bjarni Benediktsson frá Sjálfstæðisflokki. Já, ef það er eitthvað eitt sem ég tel að við þurfum að læra af því sem gerðist hér við fall fjármálafyrirtækjanna, þá er það að fyrir hrunið, þá vorum við að taka út lífskjör með láni úr framtíðinni. Það var ekki innistæða fyrir þess að þetta byggði mjög mikið á lánum erlendis frá. Þessu þurftum við að hætta. Við höfum lagt áherslu á það að lífskjarasóknin sem hefur verið undanfarin ár, hún hefur verið byggð á traustum grunni. Hallalausum fjárlögum, við höfum verið að greiða niður skuldir og við höfum komist úr þröngri stöðu í mjög góða stöðu. Næst er að halda áfram á þessari braut, byggja upp innviðina sem hafa verið mjög til umræðu í þessum kosningum, spítala, heilbrigðiskerfið víða landið, vegakerfið, lögreglan, þarf meiri fjármuni og víðar, við getum nefnt almannatryggingar og menntamál heilt yfir, en við þurfum að gæta því að það gerist á traustum grunni. Og þegar allt kemur til alls, þá er útlitið mjög bjart, það er virkilega bjart framundan. Við getum látið alla njóta góðs af því, halda sköttum og gjöldum í lágmarki, atvinnulífið blómstrar þessar mundir. Það bara skiptir öllu að fara núna ekki að rífa í stýrið, einhenda sér í að skipta út stjórnarskráni og leggja út í eitthvað leiðangur sem hefur ekkert með lífskjarasókn að gera. Takk fyrir það, Bjarni. Birgitta Jónsdóttir fyrir Pírata. Já, Píratar leggja höfuðáherslu á 5 stórmál. Fyrsta lagi þá viljum við fara í að endurreisa heilbrigðiskerfið. 86.000 Íslendingar skrifuðu undir áskorun þar að lútandi. Við viljum fjármagna það með að setja fiskinn á markað. Við stefnum á því að klára og ætlum að klára stjórnarskrána á þessu kjörtímabili. Við ætlum að tækla þessa spillingu sem er ástæða þess að við erum að fara að kjósa á morgun. Og við leggjum líka mjög mikla áherslu á það að
almenningur hafi meiri aðkomu ákvörðunartöku og þess vegna finnst okkur nauðsynlegt að verði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og margoft hefur verið lofað varðandi hvort að við ætlum að halda áfram með aðildarviðræður eða ekki. En við verðum líka að hafa hugfast og Píratar eru mjög meðvitaðir það að við erum einn ríkasta þjóð í heimi og samt eru svo margir sem hafa áhyggjur af afkomu sinni, margir sem eru að tala að þeir eru óöruggir og við viljum stuðla að öryggi og festu með því að laga grunninn í kerfinu okkar. Takk fyrir það, Birgitta. Oddný G. Harðardóttir frá Samfylkingu. Við í Samfylkingunni viljum skapa hér samfélag þar sem að allir hafa jöfn tækifæri til að mennta sig og eignast eigið heimili, þar sem að veikir fá ókeypis þjónustu og við viljum að hér sé réttlátt samfélag þar sem fólk hjálpast að og sýnir samstöðu. Við viljum fjárfesta í heilbrigðiskerfinu, við viljum sanngjarnan arð af auðlindunum og við viljum að sýna ungu fólki samstöðu að eignast hér heimili og sýna barnafjölskyldum samstöðu líka. Við viljum bæta kjör öryrkja og við höfum efnað þessu öllu. Við getum gert þetta með því að skipta þjóðarkökunni með réttlátari hætti. Það er mikilvægt að kjósa Samfylkinguna, alvöru jafnaðarmannaflokk sem hefur reynslu, þekkingu og þor til að takast á við framtíðina. Við tökum jafnréttismál alvarlega og sýnum það í verki. Við erum með hjarta á réttum stað og við óskum eftir atkvæði kjósenda á morgun. Takk fyrir það, Oddný. Katrín Jakobsdóttir frá Vinstrihreyfingunni grænu framboði. Stóra spurningin í þessum kosningum hvort það eigi að nýta efnahagsbatan til að lækka álögur á þá sem mest hafa á milli handana, eins og hefur verið gert í tíð núverandi ríkisstjórnar, eða hvort við ætlum að taka aðra stefnu og fara að treysta hér innviði og undirstöður. Og ég verð að segja það eftir að hafa ferðast landið og hitt fjöldamargt fólk, að fólk í þessu landi hefur áhyggjur af undirstöðunum. Það hefur áhyggjur af heilbrigðisþjónustunni, skólamálunum, það hefur áhyggjur af kjörum aldraðra og öryrkja og fólk vill sjá breytingu. Breytingi í þá átt að stjórnmálamenn fari að byggja upp þessi samfélagslegu verðmæti sem við eigum saman. Ég get líka nefnt löggæsluna, samgöngumálin, fjarskiptin. Hvar sem það kemur þá fólk að lýsa þeirri skoðun sinni að þrátt fyrir efnahagsbatan þá telji það ekki nóg að gert í þessum málum. Og það mikilvægt að við stefnum áfram og stefnum til sóknar í þessum málum því þetta undirstaðan fyrir það að við getum skapað öllum jöfn tækifæri. Tryggt það að fólk hafi hér sömu tækifæri óháð því í hvaða aðstæður það fæðist inn í. Takk fyrir það, Katrín Jakobsdóttir. Þá bara að henda sér á stað. Já, þá eru konar svona meginlínurnar, áherslur hvers framboðs fyrir sig. Tölum aðeins pólitíkina, Birgitta, þið í Pírötum, þið buðuð öllum hér nema sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum til viðræðna málefna samstarf. Viðreist reyndar þáð ekki boðið. Þið lofuðu því að kynna niðurstöður þessa fundahalda 2 dögum fyrir kosningar til þess að kjósendur gætu átta sig á því hvers konar ríkisstjórn eða samstarfsbandalag þeir væru að kjósa. Þið kynntuð ekki þessa niðurstöðu með neinum ítarlegum hætti. Af hverju ekki? Já, við reyndar sendum frá okkur skýrslu það hvað ákvarðanir við tókum á þessum fundi. Það var sammælst það hjá þessum 4 flokkum sem hittust að það var óskað eftir því að við færum ekki í að kynna ítarlega áherslur því að það var ekki nægilegu tími til þess að fara yfir þær og eiga samtal við grasrót flokkana. En allir þessi flokkar eru sammála þessar megin línur sem hér hafa verið ræddar í kvöld að það þurfa að ráðast í þær. Og þannig að við skilum af okkur fyrir okkar hönd, við getum ekki tala fyrir aðra flokka ef að þeir óska ekki eftir því. En hvað situr eftir? Það sem stórkostlegt við þetta að við tókum áhættu og ákváðum það að gera tilraun til þess að gera það sem nágrannir okkar gera í Skandinavíu og í Hollandi, að bjóða upp á blokk, að bjóða upp á tiltekna flokka fyrir kosningar þannig að kjósandinn viti nákvæmlega hvað hann fær þegar hann kýs til dæmis Pírata. Þá hann ekki að kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða Framsóknarflokkinn. Það í fyrsta skipti á Íslandi sem að það með svo afgerandi hætti hjá flokkum sem að eiga möguleika að komast í ríkisstjórn. Vinstri græna gerðu því sama og Samfylkingin og Björt Framtíð gerir ráð fyrir. Þannig að það eru tíðindi líka annað sem eru tíðindi í þessu En ekki vont að byrja þá nýtt samstarfflokka á því að svíkja þetta loforð gagnsæi gagnvart kjósendum? Já, við vorum algjörlega gagnsæi gagnvart okkur kjósendum og við meira segja vorum það gagnsæi
að við lofum því að ef það þyrfti að koma til einhverju málamiðlana eftir þessar samræður að upplýsa það og það gerðum við. Og það það sem sat mest í þessum flokkum var okkar tillaga og krafa styttra kjörtímabil og við vildum bara sýna fram á það að við erum flokkur sem getur málamiðlað en aftur á móti eru hin atriðin sem ég hef talað hér ekki til málamiðlunar. En tölum þá aðeins einmitt það, Katrín, þið gangið til þess að viðræðna en þið eru ekki til í að segja neitt hvað ykkur varðar hvað kom út úr þeim. Er þetta fullnægjandi upplýsingagjöf? Já, þessir 4 flokkar, eða fulltrúar þessara 4 flokka áttu 2 fundi þar sem við fórum í raun og veru bara yfir stóru línunar og það sem kemur út úr þeim þá vilji þessara 4 flokka til að vinna saman ef kjósendur veit okkur umboð til þess á morgun. En vilja menn þá ekki vita meir það á hvaða grunni það er? Jú, en það sem auðvitað kannski stóru línunar snúast einmitt það að við viljum leggja áherslu á þessa uppbyggingu innviða eins og kemur fram, breytt vinnubrögð í stjórnmálum og uppbyggingu innviða framöndan í samfélaginu. En það ekki eitthvað sem að Framsókn og Sjálfstæðisflokkur getur líka skrifað upp á? Er eitthvað sem að stendur út á sérstaklega? Já, við verðum að horfa á hvaða verk liggja eftir þá á þessu kjörtímabili þegar kemur að uppbyggingu innviða. Við getum farið nánar yfir það síðar. En ég menna, það liggur alveg fyrir að hér hefur ekki verið hefð fyrir kosningabandalögum í íslenskum stjórnmálum. Við ályktuðum í febrúar á þessu ári að við myndum gjarnan vilja sjá slíkt bandalag milli stjórnarandstöðuflokkana sem hafa unnið mjög vel saman á þessu kjörtímabili. Hins vegar var auðvitað skammur tími núna til stefnu til þess að fara í kannski nánari útlistanar á málefnum en ég fagna því að við tökum opna umræðum það fyrir kosninga hvernig fólk nákvæmlega sér fyrir sér ríkisstjórnarsamstarf að loknum kosningum. Óttar Proppé frá Bjartri framtíð, vita kjósendur eitthvað hvað þeir fá ef þeir kjósa ykkur? Já, þeir vita það að Björt framtíð frjálslyndur miðjuflokkur. Við erum umbótaflokkur og við tökum þátt í þessu samtali eins og við höfum verið að gera síðustu árin. Stjórnarandstöðuflokkarnir hafa verið að vinna mjög vel saman og það má nú kannski þakka herramönnunum hérna í stjórnarflokkunum að þeir hafa náð að þjappa okkur ágætlega saman á kjörtímabilinu af því að stjórnarandstöðuflokkarnir hafa náð mjög vel saman gegn alls konar uppákomum og vesenni sem hefur orðið. Og við höfum náttúrulega verið að upplifa þessi síðustu ár ótrúlegan óstöðuleika, uppákomun, hneykslismál og vandræði og erum að kjósa núna að hausti vegna þess að þessi ríkisstjórnarflokkar hafa gefist upp á sínu róli eins og maður segir og eftir það í raun og veru að allt árið hafi farið í vandamál tengt Panamaskjölunum og svo framvegis. Þannig að auðvitað grunnurinn kannski af þessu samtali, áframhaldandi samtali stjórnarandstöðuflokkana að reyna að komast til í uppbyggilegri stjórnmál og uppbyggilegri ákvörðunartöku. Þannig að þetta bjóðum við upp á en leggjum við þetta áherslu á það að þetta eru ólíkir flokkar. Björt framtíð frjálslyndur miðjuflokkur og alþjóðlega sinnaður og við leggjum það á borðið og þurfum við styrk til þess að koma því áfram í hvaða samstarfi eða ekki samstarfi sem væri. Oddný, nú hafa 2 þingmenn Samfylkingarinnar sagt að það væri í rauninni glapræði fyrir flokkinn að ætla að fara inn í ríkisstjórnarsamstarf eins og staðan og væri betur borgið með því að byggja sig upp í stjórnarandstöðu. Telur þú flokkinn eiga erindi í ríkisstjórn eins og staðan núna? Mér finnst bara ábyrgðarlaust að taka ekki samtalið hvað gæti gerst eftir kosningar. Við höfum alltaf sagt í Samfylkingunni að við myndum vilja helst af öllu vinna með Pírötum, Vinstri grænum og Bjartri framtíð ef við fengjum tækifæri til þess en auðvitað því slík ákvörðun alltaf tekin bara af stofnunum flokksins. Flokksstjórnin myndi taka þá ákvörðunu til kæmi hver niðurstaðan yrði væri okkur boðið í ríkisstjórnarsamstarf en það skiptir okkur máli að okkar stefna fái að komast í framkvæmd og ef að það í boði, þá held ég að flokksmennum munu nú líta það jákvæðum augum. Þessi flokkar 4 eru alvöru valkostir við ríkisstjórnina sem var og vonandi að fara frá. Við leggjum áherslu á velferðina, við röðum öll velferðinni framar heldur en sérhagsmunaflokkarnir gera og þess vegna fannst mér þetta góð hugmynd að búa til valkost en við höfðum lítinn tíma en ég vona að þetta skref verði til þess að eftir kosningar munum við bara þróa nýja hefð í stjórnmálum hvað þetta varðar. Þannig að ríkisstjórnarsamstarf gæti bjargað Samfylkingunni? Ef ríkisstjórnarsamstarf þar sem að stefna Samfylkingarinnar fengi gott rými væri gott fyrir íslenskt samfélag. Það nú aðalatriði. Takk fyrir þetta. Sigurður Ingi, fulltrúar stjórnarandstöðunnar gengu á fund þinn í vor eftir Panama-hneykslið.
Þar varst þú tekin við stjórnartaumunum og þau komu öll skælbrosandi út af þeim fundi, voða ánægð með það að þú varst slóst þar nýjan tón, þú varst miklu samstarfsviljugri heldur en forveriðinn Sigmundur Davíð. Þér ekki boðið til þessara fundahalda, kom það þér á óvart? Nei, en það rétt hjá þér að þessa síðustu 6 mánuði sem við störfuðum þegar ég var forsætisráðherra þá gengur hlutinni mjög vel. Við áttum mjög gott samstarf bæði við alla þessa flokka og aðila vinnumarkaðar eins og þingið gekk vel. Það var blásið til mikils partí af hálfu Píratana, blásið í blöðru, fjallið tók jóðsótt, það fættist lítið mús sem flutti okkur ekki skýrslu stefnu hvernig þetta byggja upp hjá þessari nýju stjórn. Né heldur annað en það að Píratar sögðu að það helsta krafa þeirra stutt kjörtímabil, það væri búið að falla frá því. Síðan hefur eiginlega ekki neitt heyrst, ekki neitt. Annað en það sem við upplifðum í þætti í gær sambærilegum á þessum, að hér eru ekki bara þessir 4 flokkar, heldur líka sá ágæti flokkur Viðreisn sem hliðstendur, vinstra megin við mig, allir á leið inn í Evrópusambandið. Allir að tala að hefja aftur leikinn aðildarviðræður við Evrópusambandið, hið brennandi hús sem að heilt stórveldi, Bretland, að ganga út úr sem og aðrir, sem klauf þjóðina í herða niður og nú á að endurtaka leikinn og ég vorkenni formanni Vinstri grænna Katrínu Jakobsdóttur ef hún á að leiða þetta aftur sem þau gerðu 2009 að svíkja kjósendur sína það að fara inn í Evrópusambandið. Getur verið að ykkur hafi ekki verið boðið til þessa samstarfs vegna þess að Sigmundur Davíð enn oddviti í einu höfuðvígi Framsóknarmanna? Ég veit það ekki, en Óttar sagði hérna að við hefðum þjappað þeim saman, en við höfum ekki þjappað þeim það vel saman að þau getur komið fram með stefnu á þessum 2 vikum sem þau ætluðu að gera. Snúum okkur aðeins að Sjálfstæðisflokknum, Bjarni, þið mælist stærsti flokkurinn núna í síðustu könnunum, en samt sem áður þá virðist stjórnin vera fallin. Hvað getur flokkurinn boðið flokkunum vinstra megin við sig til þess að þeir séu fúsir til ríkisstjórnarsamstarfs? Til þess að þeir möguleika á að vera í ríkisstjórn? Stærsti flokkurinn? Það ekki gott að segja nákvæmlega og kannski sérstaklega fyrir mig, þau þurfum auðvitað á endanum að gera það upp við sig hvert og eitt, en ég hef nálgast þessar kosningar með hliðsjón á stöðunni. Mér finnst að flokkar sem að mælast hér rétt á milli 5 og 10% eigi að horfa yfir sviðið og ekki reyna að finna aðra flokka til að útiloka, heldur aðeins að gangast við því að það eru óróa tímar í íslenskum stjórnmálum og við öll sem fáum umboð til þess að taka sæti á Alþingi höfum skyldu til þess að vinna með lýðræðislega niðurstöðu að henni fenginni. Og þannig hef ég nálgast þetta. Ég hef verið heiðarlegur varðandi þá valkosti samstarf sem að mér finnst vera langsóttastir fyrir Sjálfstæðisflokkinn, en ég útiloka ekki neitt. Mér finnst það bara einfaldlega vera mín skylda. Það er að segja tímist langsótt að vinna með Pírötum, en þetta virðast vera 2 stærstu flokkarnir. Já, ég bara skal vera alveg heiðarlegur með það. Mér finnst þetta varla vera stjórnmálaflokkur, meira hreyfing sem hefur hrist upp í hlutunum og mér finnst flokkurinn hvorki tilbúinn með alvöru stefnumál, en ég hafi komið þannig fram og hegðað sér að hann sé tilbúinn til þess að taka ábyrgð, hann vill yfirleitt vísa henni frá sér og þess vegna ekki burðugur að mínu áliti til þess að fara að leiða nokkuð skapaðan hlut. En finnst þið fúlt að hvernig menn hafa talað til Sjálfstæðisflokksins í þessu þarf að segja að þið komið síst til greina? Finnst þið fúlt að fólk hafi talað þannig til Sjálfstæðisflokksins að þið komið síst til greina? Nei. Sko, á einn eða annan hátt þetta allt einhver pólitík og fólk svona að reyna að finna það út hvað sniðugt að segja til þess að hámarka möguleika sína fyrir kosningar, alveg eins og menn voru að gera með þessu kosningabandalagi sem einhvern veginn gufaði upp og varð að engu. Það var ekki bara einu sinni sem menn hittust. Eftir að hafa hist einu sinni, þá var mér svo boðað að það ætti að hittast aftur og það lá fyrir í bréfinu sem sent var út í upphafi að tilgangurinn með þessu öllu saman var að kynna þær málamiðlanir sem allir flokkar sem í þessu tóku þátt ætluðu að gera fyrir kosningar og við fáum ekkert, bara loft. Og öll þessi orð aukið lýðræði, meira gegnsæi, ný vinnubrögð og svona, gufuðu bara upp og voru ekkert annað heldur skraut. Já, en þannig að þú ert að segja að það séu ekki að marka neitt að því sem að þau hafa verið að segja mögulegt stjórnarsamstarf. Þetta hefur ekki truflað mig. Ég hef sagt að margoft sjálfsagt að aðrir flokkar hittist og mér finnst það gott að það liggi fyrir morgundaginn að vinstri flokkarnir vilji mynda blokk gegn öðrum flokkum og þeir muni leggja alla áherslu á að vinna saman. Það er mjög gott, þá eru skýrir valkostir. Annaðhvort verður þrifið í stýrið og lögð áhersla hér á stjórnarskrá og fara að kljúfa þjóðina út af Evrópusambandsmálum einhverju slíku,
eða menn fara í alvöru vinnu við að byggja upp innviðina sem ég tel að sé aðalmálið og við höfum traustan grunn til þess að gera það. Fyrir betur í það og eftir Benedikt Viðreisn, hvort vill hún starfa til hægri eða vinstri? Já, þetta athyglisvert nefnilega því menn hafa spurt hvað ætlið þið að gera, með hvað flokkum ætlið að vinna. Það eins og það skipti öllu máli að geta raðað upp stærðfræðilega hvernig menn ná í meirihluta. Auðvitað það ekki það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli hvað næst málefnaleg samstaða. Og við höfum sagt, við erum nýr flokkur, við viljum kynna okkar málefni fyrir kjósendum og við viljum að kjósendur gefi okkur þann byr sem að best verður. Við höfum sagt líka, við útilofum okkur ekki neitt flokk fyrirfram. Og það spurningin felur einmitt í sér, með hverjum náðu þið málefnalegri samstöðu? Já, til hægri eða til vinstri? Það nefnilega það sem athyglisvert. Hvernig, nú verið að velja fólk á Alþingi, við getum hort á það eins og verið að velja fólk í landslið. Hvernig var íslenska landslið? Segir það vinstri kanturinn, ég ætla ekki að vinna með hægri kantinum. Segir vörnin, ég vil ekki fara fram í sóknina. Nei, auðvitað ekki. Það verða allir að vera tilbúin að vinna saman sem liðsheild. Við höfum að taka upp ný vinnubrögð. Það sem að það ekki þannig að stjórnarflokkarnir segi það allt vitlaust sem kemur frá stjórnarandstöðunni, menn eiga að virða skoðanir hvers annars. Ég held að við getum unnið með sérhverjum af þessum flokkum sem hér eru. Ég held að Viðreisn geti einmitt verið hvatinn sem laðar fram það besta í þessum flokkum. Öfugt við það sem hefur gerst í sumum fyrri stjórnarsamstarfum. Við verðum kannski að lega svona síðustu 6 mánuðina, nákvæmlega. Við verðum kannski að lega Birgit að svara því hvort að þið séuð ekki flokkur heldur bara hreyfing sem hefur hrist upp í hlutum en ekki hæft til þess að leiða eitt né neitt. Já, Bjarni má alveg hafa sínar áhyggjur af því. Ég minni bara á að þessi ríkisstjórn var með 5 ráðherrar sem voru flæktir inn í einhver spillingamál. Og mér langar líka að benda á það, og það er mjög mikilvægt, að ástæðan fyrir því að okkur langa að hitta hérna flokkana var til þess að kanna hvort það bæri of mikið á milli. Svo var ekki. Við erum ólík eðli okkar og Píratar eru svo sannarlega ekki, þó svo að Bjarni Benediktsson búi í heimi þar sem að kaldastríðsviðmiðin séu einu pólitísku viðmiðin, þá eru Píratar ekki vinstri eða hægri flokkur. Við erum flokkur sem að best fyrir borgarlegum gildum, en við erum eins og allir Íslendingar, meira segja sjálfstæðisflokkurinn, meira segja hægri flokkurinn, sem að vilja búa hér í samfélagi þar sem allir geta notið menntunar og heilbrigðis án tillits til kjara. Þið hafið tekið eitthvað stöðu með vinstri blokkinni, eru þið þá ekki bara búin að skilgreina ykkur sjálf? En er þetta vinstri blokkin, fyrir ekki? Mér finnst þetta nefnilega þetta skemmtilega orðræða. Allt í einu búið að segja að þetta er vinstri blokkin. Já, ég meina vinstri grænir eru klárlega vinstri blokkur. Já, þeir eru vinstri, en við erum jável aðeins stærri en vinstri akkúrat í skoðanakönnunum og við erum þrátt fyrir það ekki vinstri blokk eða vinstri. Við skilgreinum okkur ekki þannig, við viljum aukna aðkomu almennings að lýðræðinu og reyna að taka pólitíkina inn í... Að Píratar eru hvorki hægri né vinstri, þetta sýta er yfirleitt hjá. Meiri, þú ert nú fann að tala bara eins og Davíð Oddsson. Þetta er alveg dapurlegt. Skoða nú bara alþingismenn.is og þá sérðu það alveg svart á því. Ég held að ég verði að útskýra það að við viljum ekkert ganga inn í ESB, en við erum hins vegar til í það að spyrja þjóðina og hlusta á þjóðina, ólíkt núverandi stjórnarflokkum sem eru hræddir við að spyrja þjóðina og hlupu frá ítrekuðum loforðum sínum þjóðaratkvæðagreiðslu sem þeir gáfu fyrir síðustu kosningar. Og ég verð að fá að segja þetta að þegar hér stöðugt haldið einhverju vitleysu fram þetta mál, að þetta mál snýst fyrst og fremst lýðræði og við verðum að færa það að hlusta á almenning. Þannig að þið treystið ykkur til þess að vera í ríkisstjórn þar sem að verði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna? Við erum til í það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-málið og leita leiðsagnar þjóðarinnar það mál. Þannig að niðurstaðan verður já, er þið til að vera í ríkisstjórn sem að fylgir því eftir? Já, því við erum reiðubúin að hlusta á þjóðina og erum ekki hrædd við þjóðina. Þá skulum við bara vinda okkur í þessa hraðaspurningu svo við lendum nú ekki einhverjum langvinnum umræðum einmitt Evrópusambandið. Hún er mjög einföld. Viljið þið þjóðaratkvæðagreiðslu ESB á næsta kjörtímabili? Ef já, án þá að snúast framhald aðildarviðræðna eða klárt og kvitt viljið ganga í ESB eða ekki? Förum hérna rauðina bara frá Katrínu, ég lít svo á þú sitt búin að svarinni. Oddný, gjörðu svo vel. Já, ég vil það og spurningin á að vera hvort við eigum að halda áfram að semja inngöngu í Evrópusambandið. Takk, Birgitta. Já, sama svar. Bjarni? Það verður að spyrja því hvort að þjóðin vilji ganga í Evrópusambandið. Ég sé ekki einn annan möguleika og ég vil bara taka það skýrt fram. Við höfum 4 ára reynslu af því að prófa hitt. Það gekk mjög illa, það var gjörsamlega vonlaus leiðangur. Það verður að vera þingvilji til þess, það verður að vera ríkisstjórn á bakvið það
og mér finnst mikilvægt varðandi þjóðaratkvæðið. Þetta er hraðaspurning. Já, ég er bara örstutt að það er sá sem að boðar breytingarnar og vill leiða þær sem hefur skylduna til þess að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu og framkvæmi í samræmi við hana. Myndið þið leggjast gegn slíkri þjóðaratkvæðagreiðslu að kosningalokum? Er það frágangssök fyrir ykkur? Nei, sko það er auðvitað, ef það er verið að spyrja hinnar eðlilegu spurningar, þá er ekki hægt að vera á móti því. Það er alveg sjálfsagt mál. Þóra, ég verður að minna að þetta er hraðaspurning. Já, Benedikt? Já, við ætlum að taka upp gamalt stefnumál Bjarna Benediktssonar og við séum já, það á að hafa svona þjóðaratkvæðagreiðslur. Og það verður þá kosið hvort ég halda áfram viðræðum og minni á það að Bjarni flutti til hans tillögum þetta á Alþingi árið 2009. Takk fyrir þetta, Sigurður Ingi. Við höfum nú þegar slitið þessum aðildarviðræðum. Það gerði reyndast ríkisstjórnin á síðasta kjörtímabili. Þannig að núna stöndum við frammi fyrir því, ef á að fara að spyrja einhverja spurningar, þá á spurningin að vera: viltu ganga í Evrópusambandið, já eða nei? Spurningum að halda einhverju áfram er áframhald af þeirri vitleysu sem var gerð hér á síðasta kjörtímabili, klauf þjóðinni í herðar niður, af því þetta er hraðaspurning. Það langar mig, af því að þið spurðuð ekki Katrínu, þá vil ég gjarnan fá svar frá Katrínu. Vilt þú spurja þeirrar spurningar? Viltu ganga í Evrópusambandið, já eða nei? Eða viltu spurja spurningarinnar á að halda áfram aðildarviðræður? Já, það er það sem hún sagði. Ég sagði að við vildum leita leiðsagna þjóðarinnar og ég er opin fyrir því. Já eða nei að ganga í Evrópusambandið Ég er eða opin halda fyrir áfram aðildarviðræðum? því, jafnvel að spurningarnar séu fleiri en einn. Hvernig viltu, ef þú fengir eina spurningu, hvernig vildur að hún yrði orðuð? Ég held að þetta sé eitthvað sem flokkarnir á Alþingi eiga að koma sér saman hvaða leiðsagn þeir vilja fá út úr þessu. En hvaða leiðsagn vildir þú fá og þinn flokkur? Ég held að í fyrsta lagi er það að spyrja hvort fólk vildi sækja aðild á nýjan leik. Og mér finnst þetta ekkert óðurlegt við það að það væri líka spurt afstöðuna með almennara hætti. Óttar Proppé? Já, það kemur kannski ekki á óvart að við myndum vilja setja þjóðaratkvæðagreiðslu og spyrja hvort að fólk vilji halda áfram og klára samningaviðræðurnar og niðurstaðan verði síðan borin undir þjóðaratkvæði. Við eigum að treysta kjósendur, það eru kjósendur sem eiga þessar ákvarðanir, ekki stjórnmálaflokkarnir. Og af því að Sigurður Ingi er að spyrja spurninga hérna, svona engarspurninga, þá vildi ég alveg eins spyrja hann, sko, vilt þú afnema undan þá mjólkuriðnaðarins frá samkeppnislögum? Ég meina, hvernig gengur þessu? Við erum ekki alveg komin í það. Heill þáttur atvinnulífið og landbúnaðarkerfið og það ég get alveg svarað þessu. En þú mátt endilega kannski í örstutt bara. Bara örstutt. Þessu undanþága snýst einn þátt, mjólkursamsalana eins og allir aðrir matvælafyrirtæki í landinu eru undir samkeppniseftirlitinu. Þetta snýst einn þátt það hvort að þessi hagræðing sem var gerð á tíma síðasta búvörusamnings sem skilaði þjóðinni 3 milljörðum. Hún er áfram inn í búvörusamningum en er til endurskoðunar. Já, við erum alveg að missa tökin á þessum spurningum. Það er allir með spurningar. Það drepa þetta niður bara með því að tala peninga. Sigurður Ingi, ef við tölum að þessum peninga við þig, þá samkvæmt mælingum þá ríkir nokkuð góður jöfnuður á Íslandi. Það er samt sem áður þannig að við sjáum að sko ríkasta fólkið, 0,1% af þeim sem að best hafa það, hefur orðið miklu ríkara en aðrir á undanförnum árum. Bara hrein eign, hún jókst 20 milljarða milli ára. Núna síðast tölur sem við höfum ekki séð síðan bara milli 2006 og 2007, þannig á hápunkti bankagóðurinsins. Er þetta viðunandi viðskilnaður fyrir ykkur sem félagshyggjuflokk sem hafi farið með velferðarmálin í landinu síðust ár? Sko, við getum auðvitað farið yfir það hvað við höfum gert í húsnæðismálum, velferðarmálum og nákvæmlega staðið undir þessari félagshyggju. Ekki síst leiðréttingin sem skilaði gríðarlega miklu til mjög margra, ekki síst fólk sem hún skilaði líka engu til mjög margra sem eiga núna ennþá erfiðara með að komast inn á fasteignamarkað. Nei, það er náttúrulega þeir sem ekki áttu húsnæði. Þess vegna fórum við auðvitað líka í það að búa til lög fyrstu fasteign og stuðning við ungt fólk sem við líka farið. Það sem að mér finnst vera mikilvægt í þessu og okkur Framsóknarmönnum er að við erum sammála því að það þurfa að vera meiri jöfnuður hér heldur en til að mynda á Norðurlöndunum. Og þangað eigum við að stefna og þess vegna eru skattahugmyndir okkar eina öfluga millistétt þar sem yfir 80% launamanna myndu fara að greiða 25% skatt. Hún mun styrkja það í þessu útsvar, já, það er tekjutengt og það er sumir nýta það, sérstaklega þeir sem eru lágtekju og það verður útgreiðanlegt. Það verður örugglega langt að ég fer að útskýra það en ég bara biðjum fólk að kíkja inn á framsókn.is til þess. En við erum sammála það að það er mikilvægt að auka hér jöfnuð og þeir sem að hafa hærri tekjur, þeir greiða hærri skatt eins og við sem að stöndum hér til að mynda.
Það ykkur jöfnuð. 25% útspilið ykkar, skildið þið rétt að það þá 25% skattur en útsvarið leggst þá ofan á það, ekki? Nei, útsvarið auðvitað inn í þessu nákvæmlega eins og 37%. En þetta ekki einhver hókus-pókus aðferð sem við gripum úr loftinu. Þetta tillaga sem hefur verið útfærð fyrst af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og OECD, lögð hér inn til ríkisins og síðan helstu sérfræðingum okkar og var kynnt þessum hópi sem hér í júnibyrjun á samráðsvettvangnum aukna hagsæld. Þetta tryggir það að við nálgumst það betur að vera eins og á Norðurlöndunum með minni skattbyrði á venjulegu fólki og stuðningi við lágtekjufólk. Hærri barnabætur, meira jafnrétti að hætta samsköttun hjóna. Hvernig líst ykkur á þessar hugmyndir? Svona stikkorð úr þessu. Oddný? Ég hef ekki skilið tillögur samráðshópsins eins og Sigurður Ingi og ég held að það átti náttúrulega að hætta að vera með vaxtabætur, það gerðu líka ráð fyrir því og gerðu ráð fyrir að barnabætum væri beint að fátækasta hópnum. Ég vil spyrja Sigurð Inga, hvað telur hann að þessar skattalækkanir fyrir millistéttina kosti og ef þær kosta eitthvað, hvar á þá að skera niður? Vill að skera niður í heilbrigðiskerfinu, vegakerfinu, löggæslunni? Hvar á að taka peningana? Því að núna við á þeim stað í hagkerfinu að ef við lækkum skatta og ætlum að vera áfram með og setja meiri pening í velferðina og í fjárfestingar, þá við að bjóða hættunu heim. Þá við að ýta undir verðbólgu og meiri þenslu. Þannig ef þá boða skattalækkanir, þá verðum við að fá að vita hvað á að gerast á móti til þess að halda jafnvæginu. Þessi skattatillaga hefur 0 áhrif á sveitarsjóð og ríkissjóð. Hún útfærð með öllum þeim tekjum sem koma frá tekjuskattinum, útsvarinu og útgjöld sem barnabætur og vaxtabætur. Það sett inn og þetta hefur 0 áhrif. Það bara verið að færa til byrðar. Þetta jafnaðaraðgerð. Þetta jafnaðaraðgerð, segir Sigurður Ingi, en ég verð þá að benda á það að þegar þessar tillögur voru kynntar fyrir okkur af samráðsvettvangi aukna hagsæld, þá var einmitt sérstaklega látið fylgja að það væri ekki búið að greina tekjujöfnunar áhrif þessar aðgerða. Og ég vil nú segja það í byrjun að þær breytingar sem við gerum úr skattkerfinu og það líka auðvitað merkilegt því að hér hefur mikið verið talað það af núverandi stjórnarflokkum að það ekki að fara í of umfangsmiklar breytingar á skattkerfinu en síðan lagðar til mjög umfangsmiklar breytingar á skattkerfinu hér rétt fyrir kosningar. Við þurfum auðvitað alltaf að hafa í huga hver markmiðin okkar með skattlagningu. Og það sem við leggjum áherslu á í því auðvitað að skattkerfið sé fyrst og fremst réttlátt. Stærsta réttlátusmálið til ég vera að stjórnvöld beiti sér í alvöru gegn skattaundanskotum og skattsvikum. Við erum búin að vera að ræða þessi mál núna í vor. Náðist ágætis samstaða lagabreitingar gegn skattasvikum og skattaundanskotum. Það sem til að mynda komin tillögur sem ég hafði lagt fram í þinginu 2013 og hef ítrekað lagt þar fram, en það gott. En við þurfum auðvitað að fara í alvöru átak gegn þessu og það kannski stærsta réttlátusmálið í skattkerfinu. Það að reyna að innheimta eitthvað af þeim 80 milljörðum sem metið að sé skotið hér undan á hverju ári. Og mér langar aðeins vegna þess að við erum búin að vera hér með mikla umræðu síðustu mánuði í kosninga, eða síðasta mánuð held ég að við getum valla að tala mánuðina marga. Í kosningabaráttunni þar sem talað nú lag, það til nóg af peningum, við ætlum að setja 20 milljarða í heilbrigðiskerfið, í menntakerfið, í samgöngur, til þess að bæta tryggingakerfið og almannatryggingarnar og svo framvegis. En við viljum líka lága verðbólgu og lítið atvinnuleysi og stöðugleika. Hvernig ætlið þið að geta staðið við þetta allt sem án þess að rugga bátnum og koma hérna af stað því sama og við höfum glímt við svo oft áður? Það minnst ekki rétti tíminn til að fara í skattalækkanir þegar leið þarf að fara í uppbyggingu á innviðum. Og það höfum við þetta séð. Við þurfum samt sem áður að vita hvernig þið ætla að halda þessu stöðuleika með því að það get ekki allir fengið allt. En það svo mikilvægt þess vegna að taka tekjur sem að bjaga ekki annað í hagkerfinu eins og beina tekjur af auðlindum okkar og eins og að hætta að gefa ferðamönnum afslátt á neysluskatti og eins og það að setja sérstakan hátekjuskatt því að eins og hér hefur komið fram þá eignirnar að setjast á fárra manna hendur og til þess að stemma stigum við því að setja eignaskatt á stóreignir. Þessir skattar eru góðir í hagfræðilegum skilningi og við eigum þess vegna innheimta þá og setja þá í heilbrigðiskerfið og í velferðarkerfið.
En Birgitta, þetta svara samt ekki spurningur það hvernig ætlið að halda hérna stöðuleika með því að með svona mikilli innspýtingu sem flokkarnir hafa talað hérna í aðdraganda kosningana. Já, við hefum ekki verið að tala fyrir því að laga allt á einu bretti. Við erum einmitt að tala fyrir langtíma áætlunum sem að sárlega vantar inn í Íslands samfélag. Það sem er vissulega reynt að vinna mun betur á þverpólitískan hátt inn á þinginu. Og eitt af því sem skiptir mjög miklu máli núna að skapa ekki þannig væntingar fyrir þessar kosningar að fólk fara að trúa því að það sé hægt að laga allt strax. En þá mikilvægt að vita í hvað röð á að gera það og hverjir forgangshóparnir eru. Við höfum gert það, það er mjög skýrt hjá okkur að við ætlum að byrja á því að fara í langtíma áætlun og byrja að taka á þeim atriðum heilbrigðiskerfisins sem að kallað hvað mest eftir að séu löguð, meðal annars vantar mikið upp á heilsugæslustöðvarnar, það vantar að efla starfsemina út á landi. Hafið eitthvað hvort alltaf hvað þetta kostar? Ég ekki með töluna í höfðinu en það hefur sannlega verið reiknað út. Við höfum verið að skoða leiðir til þess að borga fyrir þetta út því það er óábyrgt að lofa öllu og geta ekki staðið við það og við viljum ekki rekja þannig kosningabaráttu. Örstutt þá bara, hvernig viljið þið borga fyrir þetta? Já, ég var akkurat að fara yfir í það að þess vegna höfum við verið að tala fyrir því að fiskurinn fara á markað, að við förum færeysku leiðina til þess að meðal annars að borga fyrir þann ójöfnu sem hér og það er alveg merkilegt að hér erum við með ríkisstjórn sem að fær í hendurnar alveg ótrúlega mikla aukning á ferðamönnum. Fær í hendurnar lægra orkuverð, olíuverð, fær makrilinn og að einhverjum ástæðum þá virðast innviðirnir vera fúna. Þannig að það er greinilega, með við það sem fólk að segja, mikil vöntun á að laga mjög mikið og það okkar forgangsröðun að við ætlum að byrja á heilbrigðiskerfinu. Við þurfum líka að hlusta á eldri borgara og öryrkja því að þeim alltaf lofað einhverju. En síðan það alltaf svikið. Takk fyrir það. Það ætlum við ekki að gera. Þú hefur gagnrýnt þennan loforð á flaum og sagt en að sama skapi sagður hér í upphafi þáttar að nú er komið að því að byggja upp marga innviði. Hvar liggja mörkin þarna? Ég ætla bara að þakka þér fyrir þessa spurningu. Ég hugsaði innra með mér loksins fólk látið svara fyrir það hvernig á standa undir þessu öllu saman. Ég hef boðað það, já, að við getum nú farið í innviðauppbyggingu. Við erum með 5 ára áætlun þar sem við erum með 10% raunaukningu í rekstrarútgjöld ríkisins. Ég er ekki að tala laun og vexti eða neitt slíkt. 10% aukningu á 5 árum. Það er ekki önnur ríki með svigrúm til þess að gera slíkt. Fólk að segja að þetta sé of lítið, gott og vel, kannski gengur okkur enn betur og við getum aukið enn frekar við. Ég held að það ætti að vera fyrsta verkefni nýrrar ríkisstjórnar að kalla aðila vinnumarkaðarins að borðinu og segja, já nú þröngstað á vinnumarkaði, kjarasamningar framundan. Nú skulum við taka höndum saman og halda þannig á stöðun á vinnumarkaði annars vegar og hins vegar á opinberum fjármálum að fólk geti hér áfram búið við lága verðbólgu og lækkandi vexti. Það eru öll skilyrði til þess að gera það, en ef menn hins vegar fara fram úr sér í útgjaldaloforðunum, þá alveg öruggt að vextir munu hækka eða verða minnst kosti jafn háir að þeir eru núna og verðbólga fyrir upp. En þetta ekki það sem að gera á kjörtímabilinu sem að síðan kom út í miklum og erfiðum vinnudeilum og mikilli hækkun launa. Þetta var það sem var reynt að gera á kjörtímabilinu. Já, en það endaði allt saman mjög vel, ekki satt. Það endaði allt saman mjög vel. Það endaði til dæmis í því á þessu ári þá kaupmáttur launa að vaxa 8,5%. Þetta gerist einstaka sinnum. Á þessu kjörtímabili hefur kaupmátturinn farið upp í rétt í kringum 20%. Við munum ekki lifa oft svona tíma eins og við höfum verið að lifa hvað varðar kaupmátt launa og því að Birgitta segir hér, þessi ríkisstjórn hefur haft miklu að spila samt eru innviðirnar að grotna. Og ætlum ég bara að benda á eitt. Við höfum stórlækkað skuldir ríkissjóðs, þannig að við höfum núna 20 milljarða umfram það sem áður var til þess að sinna svona verkefnum. Og já, við höfum skilað ríkissjóði með afgangi og það ekki vegna þess að það hafi ekki verið beiðni að dæla peningunum út í hin og þessi verkefni. Við höfum staðist þá freistni að fara of hratt yfir vegna þess að við höfum lagt svo mikla áherslu á að hér væri stöðuleiki og hver verðbólgan í dag, hver árangurinn af þessari stefnu? Það 1% verðbólga sem þýðir að launahækkanir sem verið að semjum, það að skila sér beint í vasan hjá fólki. Þessi ríkisstjórn að skila núna þessu ári 408 milljarða afgangi og sem forsendan fyrir öllu því sem verið að tala hér að hægt sé að gera í framhaldinu. Takk fyrir þetta, Bjarni Benedikt. Já, ég hef sagt það ekkert eins hættulegt eins og stjórnmálamaður í kosningaham. Við sjáum það að nú menn að tala það að ríkissjóður sé gjörsamlega að springa af peningum og menn lofa og segja
Allt þetta skaltu fá ef þú fellur fram og tilbuðu mig eða kýst mig. Það auðvitað ekki þannig. Málin sem skipta máli fyrir kjósendur eru hvernig verður líf mitt á næsta kjörtímabili? Hvernig getum við treyst í að hér sé einhver varanleg lausn? Það vita allir að þetta verður ekki þannig að alþingismenn komi með jólagjafir og færi mönnum gull og gersemar. Það er svo sannarlega ekki þannig. En við höfum komið með lausn þar sem við segjum hver stærsta vandamál heimilana? Það er vaxtagreiðslur. Vaxtagreiðslur sem að gera það að verkum að hér erum við að borga 3 sinnum húsin okkar tilbaka þegar í nágrannalöndunum okkar, Norðurlöndunum, erum við bara kannski að borga tæplega 1,5 sinni tilbaka. Við segjum festum gengið, þá erum við með stöðuleika. Hérna tala ég stöðuleika, það er rétt, það er lítil verðbólga, en það er svo sannarlega ekki stöðuleiki hjá útgerðarfyrirtækjunum sem fá núna 12–15% minni tekjur. Það er ekki stöðuleiki hjá sjómönnunum sem fá minna fyrir túrin í hvert einasta skipti vegna þess að krónan hefur styrkt. Það er ekki stöðuleiki í ferðaþjónustunni sem seldi ferðirnar þegar evran var á 140 krónur, þegar fólki kemur núna, það er 125 krónur. Það er þetta sem við viljum breyta. Við viljum vera með varanlega stöðuleika, við viljum fá lága vexti á Íslandi eins og í nágrannalöndunum. Óttar, Proppé frá Bjartri framtíð, það er svona tilfinningin sem að fólk hefur einmitt að, kannski eins og Benedikt lýsir að það sé til óbáslega mikið af peningum og það verði allt lagað á skömmum tíma. Þið talið fyrst og fremst vinnubrögð. Á hvaða leið eru þið þarna? Hvernig er þetta að treysta því að þessu verði ekki öllu snúið á hvolf, að við náum að halda í þetta lága atvinnuleysi og þessu lágu verðbólgu? Já, það er kannski akkurat það sem við erum að tala að við séum ekki í svona einhverjum hókus-pókus stjórnmálum og kasta fram 300 milljónum hér eða lækka allt í 25% hér eða hvað var að 2003, 90% fasteignalán eða hvað. Og að við förum ekki að tala að stöðuleiki að það sé eitthvað ástand sem að geti gerst á einhverjum 2–3 árum þegar að vel gengur, þú veist, í sjávarútvegi eða í olíuverði eins og við búið að vera núna síðust ári. Við verðum að finna leið til þess að ná meiri stöðuleika í íslenskt efnahagslíf og við erum með örgjaldmiðil, minnsta gjaldmiðil í heimi sem hefur verið slegið á að kosta okkur 80–100.000 milljónir á ári að viðhalda, bara að viðhalda gjaldmiðlunum og það er fyrir utan þessa hávexti sem að íslensk heimili og fyrirtæki búa við. Þetta ástand er til þess búið að vera í endalausum upp- og niðursveiflum. Þetta er þjóðfélag og efnahagslíf sem að hrundi fyrir 8 árum, þar sem við vorum að slökkva á ljósastörunum liggur við og núna erum við allt í einu orðin svo ofsalega rík að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af öðru og getum leyft okkur eins og félagið minn hérna að líkja Evrópu við brennandi hús sem er náttúrulega svo fjarri lagi. Þannig að það sem við höfum talað er að það þurfi að ná meiri stöðuleika í stjórnmálin, að það þurfi að vinna saman að málunum, að það sé ekki bara þessi sem að færa að ráða núna og reiðist yfir hinn og síðan skiptast þér á. Þannig að þetta er svona grundvallar stefnan okkar, það er að segja að vinnubrögðin, þau er ekki bara eitthvað prjál, þau skipta máli, þau eru grunnurinn að því að það sé að taka ákvarðanir sem skipta einhverju máli og sem að endast. Takk fyrir þetta, Óttar. Tölum eitt mál sem að skiptir Pírata mjög miklu máli og það er stjórnarskráin. Þið hafið gert það að kröfu ykkar að fara í allsherjar endurskoðun á stjórnarskráni og þið vilja ekki fara í ríkisstjórnar samstarf með öðrum en þeim flokkum sem að vilja gera það líka. Þið settu það sem kröfu að það yrði stytt kjörtímabilið, þú sagðir það í vikunni á viðtali í Rás 2 að það verði krafa ykkar að kjósa eftir 1,5 ár eða 2 ár, eða 2,5 ár, en síðan kom yfirlýsing bara í gær, minnir mig, að maður hefði fallið frá þessari kröfu stutt kjörtímabil. Er hugsanlegt að þið fallið frá þeirri kröfu að endurskoða stjórnarskrána með þessum grundvallar hætti? Alls ekki og ástæðan fyrir ég sagði þetta í útvarpsþættinum með Bjarna Benediktssyni var ég átt eftir að tala við grasrótina styttra kjörtímabilið en stjórnarskráin það er ekki möguleiki fyrir okkur að fallast að málamiðlunum með að hún verði ekki kláruð á næsta kjörtímabili og við skulum hafa það í huga að það er búið að fara í þetta ferli sem við vakja athygli út allan heim þar sem að þjóðin fékk að búa til sín eigin samfélagssáttmála. Þetta er ekki kollsteypa á núverandi stjórnarskrá sem er nú 72 ára gömul drög sem við fengum ekki upp frá danska konungnum. Það er 70% af nýju stjórnarskránni og ég hvet fólk til þess að kíkja á hana. Þetta er alveg ótrúlega falleg stjórnarskrá. Aðalmunurinn í henni er bæði að hún er á mannamáli
og ekki síður að í henni mikið pólitík. Og pólitíkin snýst sko deilurnar hana eru mjög oft koma sérstaklega frá þessum væng stjórnmálana. Líka fræðimönnum. Fræðimenn eru nú þegar og hafa verið undanfarið að snúast hugur stuðning sem við heildarendurskoðun á stjórnarskránni og þessari stjórnarskrá sem að stjórnlagaráð gerði. Fræðimenn hafa í gegnum frá því að hún kom fram þá hafa deilt mjög á hana. Fræðimenn hafa líka margir hverjir skipt skoðun og það hefur komið fram á fjöldamörgum fyrirlestrum í Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur. Hver eru þeir sem skipta skoðun? Ég ekki að fara að taka hér nöfn til á fólki sem að skipta skoðun. Þú ert að tala fræðimenn, ég hef hitt marga fræðimenn sem að hafa gagnrýnt þetta tiltekna plagg síðan fór þetta í heilt ár í þingið og við skulum ekki gleyma því að Bretar, þeir voru með þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit, hún var mjög, það munaði mjög litlu, það var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu, þingi kallaði eftir vilja þjóðarinnar nýju stjórnarskrána og yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem að kusu vildu það, en þingið gat ekki klára málið og við vitum öll af hverju það var. Örstutt í ein spurning í viðbót af því þú heldur á henni. Er það krafa ykkar að hún verði samþykkt svona óbreytt eða eru þið tilbúin að fallast á breytingar á þessu plaggi? Þjóðin var spurð, mér finnst mikilvægt að virða þjóðaviljan og stjórnarskráin fór í heilt ári gegnum þingi þar sem voru gerðar ýmsar tæknilega breytingar á henni og við teljum að það sé mjög mikilvægt að þetta verði undirstaðan af stjórnarskráinni. Þannig að það hægt að breyta henni eitthvað? Henni hefur nú þegar verið breytt aðeins en í kjarnanum og eðli hennar, grunnurinn í henni, honum verður ekki breytt. Benedikt, heyrum aðeins frá ykkur í Viðreisn vegna þess að það segir í ykkar stefnu að það eigi að gera nýja stjórnarskrá sem taki mið af tillögum stjórnlagaráðs og annarri vinnu sem hefur verið lagt í, sem hefur nú svo sem verið heilmikil í gegnum tíðina. Hvað aðskilur ykkur frá Pírötum og Bjartri framtíð í stjórnarskrá? Við teljum að þetta sé ekki brýnasta mál íslensku þjóðarinnar í dag og ég held að það hefur verið skynsamlegt ef menn hefur verið tilbúnir að gera einhverja málamennir. Ef menn hefur til dæmis árið 2013 gert 2-3-4 breytingar, ef menn hefur núna í vor eða haust samþykkt tillögur forsætisráðherra sem ég held að allar verið til bóta, þá værum við að fara inn í nýtt þing sem væri kannski að samþykkja tillögur númer 7, 8, 9 og 10 til breytinga á stjórnarskránni. Það nefnilega stundum að sígandi lukka best. Ég heyri það þegar að fólk að tala mig, þá það ekki að velta fyrir sér stjórnarskránni. Fólk að tala það, hvernig verður þetta land byggilegt, hvernig getum við haft innviðina í lagi. Lögregluþjónar segja, hvernig getum við haft löggæsluna í lagi þegar búið að fækka okkur 200 frá því sem áður var áætlað. Það eru allt aðra spurningar sem brenna á fólkinu, fólk að hugsa vaxtagreiðslurnar, en við höfum ekki á móti því að það sé breytt, en það bara ekki það sem brennur mest á fólki. Oddný, hvað finnst ykkur plaggið sem hún Birgitta heldur á? Eru þið tilbúin að leggja það óbreytt fram eða hvað viljið þið gera? Við viljum halda áfram það sem frá var horfið vorið 2013 og vinna áfram á þeim nótum. Það eins og Birgitta sagði, það voru komnar margar breytingar, það var heilmikið vinna sem átti sér stað í þinginu og það þarf að halda áfram með hana. Það þarf líka að ræða við fræðimenn framhaldið og við eigum að virða þjóðaratkvæðagreiðsluna frá október 2012. Mér finnst þetta verið grundvallaratriði og við leggjum áherslu á þetta. Það búið að vinna heilmikið, tökum þráðinu frá því vorið 2013 og höldum áfram og klárum stjórnarskrána. Við þurfum líka að eiga samtal við þjóðina þetta, mér finnst það mjög mikilvægt. Takk. Katrín. Stóra málið að stjórnmálamenn geta ekki hunsað niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar frá 2012. Þessu máli var ekki lokið á sínum tíma, það var of skammur tími ætlaður til stefnu. Það mikilvægt að við tökum málið upp á nýjan leik. Ég hins vegar tók þátt í stjórnarskrárnefndinni sem starfaði á þessu kjörtímabili. Ég var tilbúin til þess að reyna að ná fram einhverjum breytingum í rétta átt. En því miður skortir raun og veru pólitíska forystu að mínu viti í þeirri vinnu til þess að ljúka þeirri vinnu. Við sitjum enn uppi með það að hafa ekki orðið við niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar og það okkar skylda að verða við henni. Þannig að ég tel mjög eðlilegt að við núna eigum þetta samtal bæði við fræðimennina sem hér voru nefndir, við fólkið í landinu og vinnum að því að þessu ferli verði lokið. Sigurður Ingi, þarf að gera breytingar og þá hvernig? Já, þessar 3 tillögur sem að stjórnarskrárnefndin hafði unnið að býsna lengi á kjörtímabilinu og ég baði að ljúka og svo við getum farið með henni þingi til þess að klára, eru allar mikilvægar og góðar breytingar og ágreiningur þær var minni en svo
að okkur hefði átt að auðnast að klára þau. Svo ég vitni nú í innsetningaræðu nýs forseta að áfangasigrar væru líka sigrar. Og mér fannst það mjög dapurt að þingið skildi ekki ná að klára þetta. Og ég hef tekið eftir því að hér er talað mikið um að þegar virða þjóðaratkvæðagreiðslu sem hér var haldin. Þetta er sama fólk og stjórnar Reykjavíkurborg. Það virðir ekki þjóðarviljan sem hefur komið fram í 75-80.000 undirskriftum um það að flugvöllurinn í Reykjavík eigi að vera þar. Það hefur sagt að í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem var sagt að það ætti að vera sérstök ákvæði um þjóðkirkjuna, þá hefur sumt af þessu fólki komið með tillögurinn í þinga. Það er akkurat ekki að gera það. Þannig að það virðist svona vera svolítið hips haps eftir því hvernig á að virða þennan þjóðarvilja. Bjarni. Já, ég var andsnúinn því ferli sem var sett á stað á sínum tíma. Ég sagði það er ágætis byrjun að virða sjálfa stjórnarskrána sem gildir. Hún segir, Alþingi breytir stjórnarskráni, síðan er kosið og nýtt þing staðfestir. Það var kosið til stjórnlagaþings, sú niðurstaða dæmd ógild í Hæstarétti, en meirihlutinn á þingi, hann ákvað enga síður að skipa allt það sama fólk í stjórnlagaráð. Síðan var fengin þessi niðurstaða, kosið hana. Spurt var, eiga þessar tillögur að liggja til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Það var ekki kosið stjórnarskrána. Þessi spurning var svona orðuð. Nú er það svo að ég hef alltaf verið skýr með það að við þurfum ekki nýja stjórnarskrá. Ég segi eins og Benedikt, mér heyrist að við getum náð ágætlega saman þetta atriði. Ég og enn þarna kom eitt allavega, maður byrjar á einu. Ég hef enn ekki hitt kjósanda í þessu landi sem er alveg að drepast og nær ekki endum saman út af einhverju ákvæði stjórnarskráni. Það bara er ekki þannig. Og þetta er ekki mál sem brennur efst í huga almennt hjá kjósendum, vissulega margir sem að brenna fyrir þetta mál, en ég hef sagt að við höfum að gera afmarkaða breytingar, auðlindaákvæði, þjóðaratkvæðagreiðslur, þetta eru 2 grundvallaratriði. En það gengur ekkert á þinginu að gera þetta. Ég meina, hvað hafið haldið marga fundi í stjórnarskrárnefnd, þar sem Katrín og fulltrúar Sjálfstæðisflokks og allar það voru eitthvað 60-70 manns í gengi. Það voru eitthvað 60-70 manns í grasrót Pírata sem að greiddu atkvæði gegn því að við heldum áfram og þá fór Birgitta frá málinu. Alþingi gengur illa að breyta stjórnarskránni. Það var góð sátt, stjórnarandstaðan vildi bara ekki halda áfram. Það voru mikla bókanir. Það var fín sátt þessa vinnu sem átti sér stað á þessu kjörtímabili. Og ég hef skrifað þetta blaðagreinar. En hvernig á þá að breyta stjórnarskránni ef Alþingi virðist ekki ná utan málið? Já, góðu fréttirnar, það gengur ekki. Jafnvel fyrir þeim breytingum sem þú varst að nefna hér, þjóðaratkvæðagreiðslu og ég meina, menn ná ekki saman það. Já, sko, í Bretlandi er engin stjórnarskrá. Það bara hefur gengið ágætlega hjá Bretum, sko. Þegar menn breyta stjórnarskránni í Bandaríkjunum, þá það sé langan aðdraganda og það eru skrifaðir margir hillumetrar eina grein sem bætist við. Hún stendur að meira eða minna óbreytt í langt yfir 100 ár. Sko, þessi stjórnarskrá, hún var studd af yfirgnæfandi meirihluta allra Íslendinga sem voru stoltir af því að styðja breytinguna. Og ég ætla bara ekki að taka þátt í ferli þar sem að stjórnarskrána er breytt í einhverjum meiriháttar ágreiningi. Og það er bara allt í lagi þó að taki tíma að breyta henni. Þú ert í raun að segja að þetta skiptir litlu máli. Hérna breytt sinni stjórnarskrá 28 sinnum í Venezuela. Það er að stefna í 2200% af verðbólgu og fólk hefur það mjög alvarlega. Heldur þú sé samhengi þar á milli? Og þeir eru enn að velta fyrir sér að breyta stjórnarskránni. Nú er verðbólgan 1% hér, hvað heldur hún verði ef við breytum stjórnarskránni eftir svona 3 ár? Ég held að við fara varlega að breyta stjórnarskránni, en það er til leið fyrir það. En það er rétt sem Bjarni sagði að Píratar héldu fund og greiddu atkvæði og hann fór 60-40 með þessum tillögum. 60 voru móti, 40% voru með. Og þá stoppaði vinnan í þinginu, því miður. En ég held að Bjarni og Sigurður Ingi viti það auðvitað báðir mæta vel að það var kannski ekki mikil áhuga á því að ljúka starfi þessara nefndar. Af hálfu? Af hálfu fulltrúa meirihluta í nefndinni sem átti meirihluta fulltrúa. Hún skilaði af sér. Og hefði getað sýnt miklu meiri forystu í því máli að reyna að ljúka þessum breytingum. Þannig er nú staða þessa máls. Nákvæmlega. Og það er líka þannig. Minni hálfu var fullur vilji að klára þetta mál, annars hefði ég ekki bæði átt samtöl við nefndarmenn að ljúka því og fara með henni í þing
og það voru þetta voru málefni. Það var nú bara þannig að fólk var ekki svona skipað í áður en við skiptum kurs. Þetta er kannski eitt af þeim málum sem að einmitt hreyfðist lítið sem ekkert fyrir en kannski alveg á síðustu vikum og mánuðum þessara ríkisstjórnar því miður. Mér finnst mikilvægt þegar við erum að tala um stjórnarskrána vegna þess að hún er hluti af því að byggja upp traust hérna í þessu samfélagi að stjórnarskráin er ekki eitthvað sem að við, þó við séum æðisleg hérna þingmennirnir, eigum að ráða ein. Þetta er ekki eitthvað sem að þeir sem að kusu stjórnarskrána 1944 eiga að ráða. Það er almenningur sem á að ráða. Það er búið að spyrja almenning og hann vill breyta stjórnarskráni á grundvelli til að stjórnlagaráðs. Þannig að það, við eigum ekkert með það að standa á móti því þingið. Það er beinlínis, það er eiginlega bara svona ofbeldi. Má ég aðeins bara benda ein setning um þetta og sem er mikilvægt að hafa í huga. Stjórnarskrá er tæki almennings til þess að hafa aðhald með valdhöfum. Þetta eru reglurnar sem við eigum að vinna eftir og auðvitað við ekki að gera reglurnar okkar vinnu. Það er bara þannig. Já, stjórnarskráin er samt þannig ennþá að Alþingi breytir stjórnarskráni. Bussið frá því, þá held ég sé komin tími til að því að við erum nú á Íslandi að tala dálítið um slór. Það er ekki alvöru pólitískur umræðuþáttur án þess að tala um sjávarútvegsmál. Af því að þar liggja nú sannarlega mismunandi skoðanir og mikill munur milli flokka. Katrín, mig langar að byrja þér að því þú sagðir í fréttatímanum fyrir viku að þú vildir að þriðjungur kvótans yrði festur við ákveðin byggðarlög, þriðjungur boðin upp, þriðjungur festur fyrirtækjum með langtímasamningum og ég veit aflega að það eru margir sem telja að þetta hreinlega ógni hagkvæmni í greininni. Hversu miklu áherslu leggið þið á þessa stefnu og er það ekki rétt mat að þetta myndi ógna hagkvæmni í greininni? Það sem ég var að segja í þessu viðtali að þetta er svo stefna sem við samþykktum 2009 í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði og það sem við höfum sagt hins vegar með mjög skýrum hætti fyrir þessar kosningar að markmið okkar í sjávarútvegsmálum eru mjög skýr og einföld. Við teljum að sanngjarnari hluti af auðlindarentunni eigi að skila sér til samfélagsins. Hvort sem í sjávarútvegi eða þegar kemur að öðrum auðlindum. Fyrir því höfum við talað mjög skýrt. Það gerðum við á síðasta kjörtímabili með upptöku sérstaka veiðigjaldsins sem var auðvitað forgangsverkefni nýrrar ríkisstjórnar að leggja niður. Við höfum talað síðan skýrt fyrir því markmið að kerfið þarf að vera sjálfbært, veiðarnar þurfa að vera umhverfisvænar og við viljum sjá ákveðna byggðafestu innan greinarinnar. Það sem ég var að vitni þarna er okkar stefna frá 2009 sem ekki komst í framkvæmd á síðasta kjörtímabili en það breytir því ekki að þessi markmið eru mjög skýr og við höfum talað fyrir þeim. Ógnar þetta hagkvæmni? Spyr þú? Nei, ég tel það ekki vera. Ég tel það ekki vera þessi markmið sem ég er að telja hér upp að sjálfsögðu mikilvægt fyrir greinina að veiðarnar séu sjálfbærar. Það eru auðvitað risavaxið hagsmunamál fyrir okkur öll og greinina. Að sjálfsögðu er eðlilegt að við hugum að byggðasjónarmiðum eins og hefur verið gert en ekki nægjanlega miklu máli innan fiskveiðistjórnarkerfisins og að sjálfsögðu er eðlilegt að horfa til þess að arðurinn á auðlindinni skili sér með sanngjarnari hætti til þjóðarinnar. Og að því að þið voru að ræða hér áðan um hvernig eigi að fjármagna kosningaloforð þá er það alveg á hreinu líka hjá okkur að við teljum eðlilegt að þessi hlutdeild verði hækkuð sem renni til almennings, fólksins sem á auðlindirnar. Oddný, þið viljað að allur kvóti sé boðinn út með tilteknum hætti. Það er engin flokkur sammála ykkur með það að allur kvóti eigi að verða boðinn út. Við erum ekki að tala um að bjóða hann út á einu bretti, heldur viljum við fara hægt af stað. 10-20% á ári. Já, og það er bara þannig að með kvótakerfinu þá náðum við góðum árangri í umhverfismálum. En það var samt til þess að nýliðun var ekki næg og ekki aðgengileg og síðan með framsalinu þá náðum við góðum árangri í efnahagsmálum en það var samt til þess að byggðirnar stóðu eftir þegar kvótinn fór. Okkur vantar þessa samfélagslegu sátt auðlindina okkar. Þá fullistu að þjóðin sé að fá sanngjarnan arð af auðlindunum og við teljum að þetta sé besta leiðin til þess. Það er að segja bjóða út aflaheimildirnar. Við verðum auðvitað með reglur í útboðinni og við getum náð hvaða pólitíska markmiði sem við viljum með þeim reglum. Núna má 12% fara hjá hverju fyrirtæki af aflaheimildunum og auðvitað myndum við setja slíkar skorður þannig að þær fari ekki á fárra hendur. Það má setja byggðaskorður, það má meira segja taka tillit til smærri útgerða. Við getum sett reglur útboðið
sem að við viljum og teljum að sé hagkvæmt fyrir íslenskt samfélag, en við þurfum að fá fullt verð fyrir auðlindina. Stjórnmálamenn eiga ekki að setja puttan upp í loftið og ákveða verðið. Og núna útboð á aflaheimildum, en það bara ekki þjóðin sem að gera það, heldur eru það útgerðarmenn sjálfir. Og verðið þar núna, samkvæmt nýjustu upplýsingum, eru 211 krónur á kíló af þorski á meðan að ríkið fær 11 krónur. Og þetta sér hver maður að gengur ekki. Þetta ekki réttlátt og það verður ekki sátt kerfið fyrir að við erum búin að taka allar þessar 3 víddir saman, umhverfisvíddina, efnahagsvíddina og síðan samfélagsvíddina. Og fá það að heyra hjá Viðreisn, Benedikt, af því að þið talið markaðstengt auðlindagjald í sjávarútvegi. Hvað þýðir það? Erum við að tala uppboð eða? Við eigum þessa auðlind saman, öll þjóðin. Og hvað eðlileg ávöxtun af einhverjum sjóði sem við eigum? Við getum tekið til dæmis 3%, lífeyrissjóðirnir miðað við 3,5%, en tökum 3%, þá segjum við það eðlilegt að það fari á hver einasta ári 3% af kvótanum á markað. Það að segja 97% verði þá úthlutað til þessar sömu kvótahafa eins og nú eru án endurgjalds. Þetta sameinar tvennt, þetta sameinar það að það markaðurinn sem ræður gjaldinu, þá tekur þjóðin þátt í því ef það gengur illa, þá getur útgerðin ekki búið jafn hátt. Ef það gengur vel, þá nýtur öll þjóðin þess vegna þess að þá eru mikið kapp að reyna að ná þessum 3%. En við ætlum ekki að taka þessa peninga frá byggðarlögunum, síður en svo. Við ætlum að setja á stofn sérstaka innviðasjóði sem að hraða uppbyggingu og samgöngum, fjarskiptum, styrkja heilbrigðiskerfið og efla löggæslu á svæðum landsins. Og það skiptir máli, ekki bara fyrir fólki sem þarna býr, heldur líka fyrir fyrirtæki vegna þess að þá verða eina dreifðu byggðir byggilegri heldur en núna. Sigurður Ingi, í ályktunum ykkar frá síðasta flokksþingi ekki mikið talað það hvernig eigi að auka gjaldheimtu af sjávarútveginum. Veiðigjöldin hafa lækkað í ykkar tíð. Hvar eru tillögur annað? Veiðigjöldin hafa ekki lækkað í okkar tíð, þau hafa ekki verið hærri á nokkru kjörtímabili heldur en á þessu kjörtímabili. Þau hafa farið stiglækkandi á þessu kjörtímabili. Og það meðal annars ekki síst vegna þess að á sama tíma hefur gengi krónuna styrkst, flökkustofnar eins og loðna hefur horfið og menn greiða ju ekki auðlindagjald af því sem ekki veitt. Það alls konar hugmyndir sem hafa verið í gangi, uppboðsleiðir, færeyskar leiðir. Allar þessar leiðir hafa verið prófaðar áður annar staðar. Þær hafa allar endað með því sama. Gjaldþroti í útgerðum, minni fyrirtæki fara á hausinn og að menn hætta við þessar uppboðsleiðir. Hvar hefur þetta verið reynt, segir með þessum afleiðingum? Eistland, Rússland, Grænland endaði í einni útgerð sem hafði allar aflaheimildirnar á sínu hendi og einni í Suður-Ameríku. Öll þessi lönd hafa hætt við þessar leiðir, öll löndin. Viðreisn með hugmynd sem að hljómar ekkert galinn. En það hún skynsamleg. Við höfum kynnt okkur hana ágætlega og ég gerði þetta sem sjávarútvegsráðherra. Þetta þá eitt atriði þarna sem þið merkið við viðbót? Nei, ekki ennþá. Vegna þess að þá þarf menn líka að svara hvað á þessi leið að skila. Hún skilar svona 4 til 5 milljörðum á góðu ári. 15 til 20 milljörðum. 4 til 5 segja sérfræðingar sem hafa reiknað hana og þá verður náttúrulega hún ekki notuð sem einhver sérstök fjárfesting til þess að búa til tekjur fyrir einhverja innviðauppbyggingu. Þar fyrir utan, bara örstutt, að þá það þannig að ef menn ætla að fara að byggja rekstur ríkisins og innviðauppbyggingu á auðlindagjöldum sem eru sveiflukennd, þá það ekki skynsamlegt til lengdar. En það alveg rétt að þau veiðigjöld sem við erum með í dag, þau eru ekki byggð á nægilega góðum grunni og við þurfum að leita allra leiða að finna réttu leiðina. Bjarni, þið hafið verið andsnúnir hugmyndum uppboð en segið að vissulega þá megi breyta því hvernig auðlindarentan innheimt. Hvar eru þær tillögur sem að sýna kjósendum ykkar að ykkur sé alvara með því? Já, mér langar nú að byrja á því að segja að hér fyrir nokkrum árum síðan kom út skýrsla frá fyrirtækjum McKinsey sem horfði yfir hagkerfi á Íslandi og til þess að gefa okkur góða ráð það hvað við getum gert til þess að bæta lífskjörin í landinu. Við tókum út sjávarútveginn og sögðu, hér kerfi sem afburðakerfi. Hérna það að skila mikilli framlegð. Þau getur bætt ykkur á ýmsum öðrum sviðum. Og það nefnilega staðreyndin. Sjávarútvegskerfið eins og í dag að skila meiri verðmætum heldur en nokkurt annað sjávarútvegskerfi sem önnur lönd eru með. Hér eru menn að tala það að við þurfum að gæta betur byggðasjónarmiða. Já, við ákváðum það upp á 1990 að gefa framsalið frjálst sem hefur valdið miklum deilum sjávarútvegsstefnuna á Íslandi en við erum búin að fara í gegnum það tímabil og við ákváðum þá að heimildirnar skyldu leita til þeirra sem að vera hæfasti til að gera út. Það hefur skilað því
að nú stöndum við hér einhverjum 26 ár síðan og við veltum því fyrir okkur hvernig getum við nú skattlagt þessa grein betur heldur en að við höfum gert fram til þessa. En þegar að þessi ákvörðun var tekin á sínum tíma, þá var vandamálið það að greinin var ekki að skila neinu. Þannig ég segi, það er glapræði, það er algjört glapræði að gera kerfisbreytingar á sjávarútvegskerfinu í Íslandi sem að eyðileggur verðmætasköpun í greininni. Og mér finnst hugmyndir uppboð, eins og sumir flokkar að kynna hérna, setja greininni í mjög mikla óvissu. Benedikt nefnir að það sé hægt að taka 20 milljarða af sjávarútveginum á ári. Nú það svo að sjávarútvegurinn í dag, hann að skila í rekstrarafgang svona 45 milljörðum. Þá á eftir að taka tillit til afskrifta og fjármagnsliða. Eftir að tekjuskattur hefur verið greiddur, eru akkurat það bil 20 milljarðar eftir í allri útgerð á Íslandi og það á að taka allt saman til ríkisins. Það mun bara þýða eitt. Menn hætta að fjárfesta og hafa ekki neitt tilefni eða áhuga á því að endurnýja skip, byggja nýjar verksmiðjur eins og þá sem rísa núna á Eskifirði eða taka yfir höfuð áhættu í þessari atvinnu. Bjarni, ég held að þú ert búin að tala langmest, segja mér líka mennirnir hérna á bak við okkur. Við þurfum svona aðeins að fara að stytta svörin. Óttar, þið segið ekki mikið sjávarútveg annað en það að þið viljið að arðurinn renni til þjóðarinnar og hann sé nýttur með skynsömum hætti. Fulltrúi ykkar, Björt Ólafsdóttir, sagði hér hins vegar í þætti fyrir skömmu síðan að hún vildi að samningar við álverin þegar þeir rynnu út yrðu þeir ekki endurnýjaðir og álverin mættu þessuna fara. Hvað á að koma í staðinn? Já, við teljum nú bara fyrst og fremst að þetta eru sameiginlegar auðlindir sem eru ekki óendanlegar og við erum að úthluta þeim að miklu leyti til ákveðina aðila og að fá takmarkaðar tekjur af þeim. Við leggjum áherslur á því í nýtingu bæði í sjávarútvegi líka á orkunni að við horfum til umhverfissjónarmiða og hagkvæmnissjónarmiða. Þessi bransar verða að reka sig en það skiptir líka mjög miklu máli að það sé ákveðin sátt og réttlæti með það að það séu ekki bara sumir sem að fá allan kvótan, að það séu ekki sum stór fyrirtæki sem að hafa áratuga eða hvað áskrift að sjálfvirkum endurnýjunum á raforkusamningum til dæmis til álvera. Það á ekkert að vera sjálfsagt að það séu alla eilífð. Þannig að við eigum að vera opin fyrir því og þurfum að vinna í því að fá meira og betra verð fyrir okkar orku. Það í raun og veru aðalega stefnumál. Hvernig ætlum við að gera það? Ætlum við að vera allavega með þann bolta í huganum að við séum opin fyrir því til dæmis í stórkostlegri grænmetisrækt eða ylrækt eða hvað. Við vitum í raun og veru ekki hvernig tæknin verður eftir 20-30 ár, hverju verða mögulegi kaupendur. En í sambandi við sjávarútveginn þá skiptir mjög miklu máli að sjávarútvegurinn í dag skiptist í raun og veru í tvennt. Það eru þeir sem að fá úthlutað fyrir mjög lítið og hóflegt gjald kvóta og síðan eru það þeir sem eru að kaupa kvóta á eftirmarkaði þar sem veri í raun og veru að taka verðmæti út úr greininni og það eru bara ákveðnir aðilar sem eru að fá forgang að þessum forréttindum og við þurfum að breyta því. Þess vegna viljum við fara og þróast yfir í uppboðsleið. Við erum mjög hlynnt því og ekki síst til þess að geta tryggt endurnýjun og jafnrétti innan greinarinnar. Ég verð aðeins að fá að koma vegna þess að það kemur á óvart annars vegar að Sjálfstæðisflokkurinn sé á móti því að markaðurinn ráði verðinu og hins vegar að heyra það að formaður Framsóknarflokksins telur að það sé slæm hugmynd að nýta afraksturinn til að byggja upp í byggðunum. Ég bar þessa hugmynd undir marga forystumenn í sjávarútvegsfyrirtækjum og menn sögðu það of lágt auðlindagjald núna. Það átti að fara upp í 38 milljarða þegar vinstristjórnin var og 15 milljarðar gæti kannski verið rétt að tala. Tvö af stærstu fyrirtækjunum, þar heyrði ég þessa tölu. Nákvæmlega, tvö af stærstu fyrirtækjunum, það er alltaf þau sem getur breytt mest. Við viljum tryggja fjölbreytileika á Íslandi, 650 fyrirtæki og þau geta ekki greitt þetta auðlindagjald. Já, það kemur bara í ljós, það markaður sem ræður. Hvernig það rukkað, Birgitta? Hvert viljið þið fara? Við erum með margt samhljóma stefnu við þar sem að Samfylkingin hefur verið að kynna og okkar stefna kannski að því leytinu ólík að við leggjum mikla áherslu á frjálsar handfæraveiðar og við viljum líka benda á og ég held að það séu allir sammála því hér í stöðugleikablokkinni
að það sé nauðsynlegt að setja aftur á sérstaka veiðigjaldi sem var hið fyrsta sem að núverandi ríkisstjórn, óreiðustjórnin væntanleg ákvaði að afnema. Takk fyrir þetta. Nú er tíminn eiginlega alveg búinn. Okkur langar að spyrja 2 spurninga til viðbótar og það er til Katrínar. Katri, af því að við fórum svona yfir mögulega stjórnarmyndun áðan, auðvitað er það samkvæmisleikurinn núna að púsla saman ríkisstjórn. Svona rétt áður en við klárum að þá væri heldur gott fyrir kjósendur að vita hvort það sé möguleiki í þínum huga að efna til samstarfs við núverandi ríkisstjórnarflokka, farið svo að það gangi ekki saman á vinstri vængnum. Núverandi stjórnarflokkar, bara sorry. Farið svo að það gangi ekki saman á vinstri vængnum. Já, núverandi stjórnarflokkar hafa rekið mjög harða hægri stefnu, allt frá því að þeir tóku við. Það hefur verið lækkaðar álögur á efnamesta fólki í samfélaginu. Hér var sagt á hann að leiðréttingin hefði skilað sér til tekjulágra hópa, samkvæmt skýrslu sem fjármálaráðherra lagði sjálfur fram skilaði hún sér einmitt til tekjuhærri hópa og eigna meiri hópa. Á sama tíma hefur ekki verið unnið í því að byggja upp innviðina og ég segi það hlýtur hver maður að sjá að málefnaleg samleið með okkur í VG sem viljum hafa réttlátt skattkerfi þar sem þeir sem eiga mesta nauð og mest fjármagn eru skattlagðir hlutfallslega meira en lágtekjufólki og millitekjufólki sem heldur hér uppi þessu landi. Það er afar ólíklegt í mínum huga og ég hef ekki séð neina málefnalega samlegð með þessu. Við erum að tala fyrir skýrum breytingum, við erum að tala fyrir auknum jöfnunni, jöfnum tækifærum. Já, og þetta er mitt skýra svar í þessu máli. Af því okkar grundvallarsýn byggist á því að allir hafi jöfn tækifæri í þessu landi. En engum dyrum lokað. Sigur Ingi, við verðum líka Nei, að fá að þetta var spyrja þig. algjörlega skýrt svar. Það er engin málefnaleg samlegð á milli. Við í VG erum ekki að fara í ríkisstjórn til þess að hafa engin áhrif. Takk fyrir þetta, Sigurður Ingi. Síðasta spurningin, hún er til þín. Ef það fer svo að þið verðið í ríkisstjórnarmyndunum núna eftir, eða fáið tækifæri til þess að mynda ríkisstjórn eftir kosningar, kemur þá til greina að Sigmundur Davíð verði ráðherraefni? Ef við ekki kjósa fyrst, sjá hvernig kemur upp úr kossunum. Við höfum nú séð að í skoðanakönnunum höfum við kannski verið að liggja heldur og látt. Þetta er ekki já eða nei spurning. Er það ekki rétt að kjósendur viti það? Það er kjósendur viti þetta. Við erum fyrst og fremst núna að ganga til kosninga. Það er í ólíkum kjördæmum. Ég er formaður flokksins og síðan verður til einhver þingflokkur og við þurfum auðvitað síðan að setjast niður og geta rætt með hægri flokkum, vinstri flokkum eða öllum flokkum. Við getum rætt við hvert sem er og við getum líka, og það er mikilvægt af því að hér var sagt að við hefur ekki hægri stefnu, ég verð að koma þess að ef þátturinn er verið búinn. Við höfum tekið hér á kröfuhöfum vogunarsjóðana sem að við gerðum, sem að hlýtur að heita vinstri stefna og við séð þá vera að auglýsa núna í blöðunum. Takk fyrir þetta. Um spillingu og ég held við séum öll sammála um það að þetta sé ósvífni. Við verðum að láta, að því að hér er tíminn búinn, þá getum við ekki leyft að halda lengri ræðu en þetta. Við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna. Þessu fyrri helmingi þáttarins er lokið.